Við viljum breyta þessu samfélagi og það einhvern veginn sko, og maður horfir á það, samt það eru bara of fáir sem eru til í það. Maður horfir til dæmis á það eins og sko helsti hrunvaldurinn og sorry bara, það bara staðreynd, það Sjálfstæðisflokkurinn. Og hann sko örugglega stærsti sökudólgurinn í íslensku efnahagslífi. Þar til dæmis ekki neitt hugrekki og vandamálið með Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn og Samfylkinguna og þess vegna líka sleppi Vinstri-grænum myndi að það skiptir miklu meira máli að halda völdum heldur en að búa til betra samfélag. Það skiptir eiginlega aðalmálinu. Og við sjáum þetta bara, þú veist, og við sjáum það til dæmis að Samfylkingin í eilugum árásum alltaf á Framsóknarflokkinn í staðinn fyrir þess að fara gegn Sjálfstæðisflokknum. Ég vil meina þetta sé svona partur af því að Samfylkingin svona þeirra blauti draumur sé að vera aftur komin í þá stöðu að þeir geti valið hvort þeir búið til vinstri stjórn eða hægri stjórn með Sjálfstæðisflokknum sko. Þetta sé einhver svona draumur í því ferli. Ég held sko það séu því miður of fáir sem þora í umræðu, þora að tala alveg hreint út úr hlutina. Þú sér það til dæmis í Sjálfstæðisflokknum með ein manneskja sem þora að tala hreint út úr hlutina og það Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Allir hinir eru bara í einhverju, sko ég veit ekki hvernig umræður eru. Ungi sjálfstæðismenn, þeir eru rosa duglegir, við erum búin að tala við þá í 9 ár. Þeir koma alltaf og þeir eru rosa byltingakenndir og standa sig, síðan eru þeir akkurat konur á flokkslínuna þegar það kemur að því að vera meðlimur í flokknum sko. Og farin í þing að gera þessa hluti. Og þess vegna ekki neitt að fara að breytast, það eru allt of fáir. Og þetta að saman með vinstri fólki sem í framboði, að það skiptir alltaf máli að það sé í framboði en ekki stefnan sem á að vera að fylgja. Og það raun og veru miklu sorglega. Svona var þetta ekki í gamla daga. Þegar við vorum að horfa á sko Jóhönnu Sigurðardóttir, sko Svava Gestsson, þetta fólk allt saman komið upp sko í stjórnmálum sko. Í eldgamla daga. Já, í eldgamla daga, þá hafði fólk hugsjónir sko, þú veist. Og það það sem ég held að sé aðal vandamáli. Við búum náttúrulega við sko skort á hugsjónum og skort sko á því að fólk segir ég til að gera samfélagið betra. En ég vil bara ég sé völdin á meðan það gerist.